Það ræðst á næstu mínútum hvort Efling og Samtök atvinnulífsins hefji að nýju formlegar kjaraviðræður. Sáttasemjari gaf deilendum frest til að ákveða framhaldið. Fresturinn rann út núna klukkan 7. Forsætisráðherra segir ótímabært að stjórnvöld blandi sér í kjaradeiluna. Erfitt gæti reynst að finna gistingu fyrir hátt í 2000 ferðamenn helgina vegna verkfalla hótelstarfsmanna. Skattalögreglunni á Indlandi var sigað á breska ríkisútvarpið eftir sýningu heimildarþátta indverska forsætisráðherrann. Húsleit hefur staðið yfir í 3 daga á skrifstofum BBC á Indlandi. Jarðhiti hefur brætt ís af Öskjuvatni og snjó úr hlíðum Öskju. Vísindamenn flugu þar yfir í dag og segja eldgos ekki yfirvofandi í bráð. Næstu 3 vikurnar keppast útgerðir við að ná sem mestu af verðmætri hrognalóðnu. Mikið liggur við en forstjóri síldarvinnslunnar telur að loðnuvertíðin gæti skilað 30 milljörðum. Gott kvöld. Ferðamálastofa telur að finna þurfi gistingu fyrir alltaf 2000 manns helgina vegna verkfalla Eflingar. Vonir standa til að hægt verði að leita í önnur úrræði á suðvesturhorninu. Framkvæmdastjóri Berjaya Hotels segir allt stefna í neyðarástand. Í gær hófst verkfall hátt í 500 starfsmanna Edition Hotels og Berjaya hótelkeðjunnar til viðbótar við 300 starfsmenn Íslandshótela sem lögðu niður störf í síðustu viku. Ef ekki næst að semja eða slá verkföllum á frest, gæti þurft að finna gistingu fyrir 2000 ferðalanga strax og eftir helgi. Það segir sig sjálft að eins og staðan núna þá verður lokað núna helginni 2400 hótelherbyggjum af 5400 á höfuðborgarsvæðinu og það hægara sagt en gert að koma því fólki öllu í hús. Ferðamálastofa skoðar nú lausa gistingu nærri höfuðborgarsvæðinu en Elías segir tvísýnt hvort það takist. Þá þarf að grípa til einhverja róttækra aðgerða en við vonum að sjálfsögðu að til þess komi ekki. Hann hafi til að mynda verið í samtali við almannavarnir varðandi aðgerðir. Hótelunum beri þó að tryggja gestum sínum þak yfir höfuðið. Framkvæmdastjóri Berjaya Hotel segir það óskhyggju að hægt verði að koma fólkinu fyrir. Hótel þeirra loki á sunnudag. Og það raunverulegt neyðarástand sem mun skapast þegar að þúsundir ferðamanna verða án húsnæðis í Reykjavík, allavega frá og með laugardegi og sunnudegi. Hefði ekki verið hægt að einhvern veginn afstýra því að þau kæmu hingað fyrr? Við erum búin að gera okkar til að koma í veg fyrir það. Við erum búin að upplýsa fólk hvert ástandið Meira getum við ekkert gert. Við erum að sjálfsögðu búin að loka fyrir alla bókanir fyrir löngu síðan. Já, það skýrist á næstu mínútum hvort að formlegar viðræður í deilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins hefjast en sáttasemjari búin að funda hér í allan dag sem hann gerði í gær en það var svona létt yfir mönnu þegar að menn komu hingað í Karphúsið í morgun. Skulum aðeins rifja þá stemningu upp. Og ég fer inn í alla daga bjassinn, sérstaklega svona fallegu vetrardagur eins og núna. Ég bara kem hér eins og í gær með minni samninganefnd full af mjög raunverulegum samningsvilja. Eins og heyrist var nokkuð létt yfir deiluaðilum þegar þeir mættu í Karphúsið klukkan 10 í morgun. Bjarsinni! Já. Samninganefndirnar komu saman annan daginn í röð eftir að hafa fundið það stíft til að verða 11 í gærkvöld. Og nýr tónn birtist sannarlega komin í þess. Það liggur eiginlega áhald vel á mér. Ég ekki sett það saman líka. Ætlið ekki bara að klára þetta í dag? Svo sjá hvað gerist. Svo tók alvaran við og fundur settur. Fjölmiðlar hinkruðu á meðan eftir nýjustu tíðindum en miðjan dag hafði lítið breyst. Meðan að við erum að tosast í rétta átt, þá höldum við áfram. Er þetta viðkvæmt? Gæti þetta sprungið í loft upp á smástundu? Já, ég meina eins og allt í lífinu. Já, sáttasemjari að fara á fund deilenda hér eftir andartak. Þú ætlar að hlera í fólkinu hvort að það vilji halda áfram.
Já, sko nú erum við nú eru aðilarnir búnir að funda hvor í sínu lagi og kanna stöðuna og ég að fara að hitta þau eftir smá stund til þess að átta okkur á því hvert framhaldi verður og ég bind vonir við það að menn séu tilbúnir að snúa sér að næsta fasa í þessum viðræðum og fara í eiginlegar samningaviðræður. En atvinnurekendur hafa svona allavega í mín eyru sagt að þeir geri það sem kröfu að verkfallinu verði frestað. Já, sko, ég hef ekki heyrt neinar úrslitakröfur eða skilyrði en ég hef hins vegar alveg heyrt það eins og þú að það hefur verið ósk atvinnurekenda til þess að þeir geti einbeitt sér að því að snúa sér að alvöru kjarasamningsviðræðum að það verði friður á meðan, að það verði sem sagt fresta þeim verkföllum sem núna standa yfir og ég á von á því að það komi í ljós núna á næstu mínútum hvort að það tekst eða ekki. Ég heyri klapp úr fundarherbergi Eflingar, er það til marks það að þið haldið áfram í kvöld og hefjið alvöru viðræður? Ég bara veit ekkert hvað það þýðir. Ég vona bara það besta. Segir Ástráður, þakkaði kærlega fyrir, en stjórnvöld fylgjast að sjálfsögðu með verkfallinu og forsætisráðherra vonast eftir góðri lausn fyrir báða aðila. Og það auðvitað farsælast að þau geti bara fundið lausn á málum, en auðvitað fylgjast við með það út frá sjónarmiðum almannaöryggis og að samfélagið geti virkað sem skyldi. Þannig að við bara fylgjast með út frá því, en það hefur ekkert verið rætt einhvers inngrip stjórnvalda. Hvar liggur þröskuldurinn? Þetta bara eitthvað sem við fylgjumst með frá degi til dags. En ég menna að undanþágur hafa verið veittar fyrir ýmsa mikilvæga starfsemi, þannig að okkur kunnugt það og erum í raun og veru að taka stöðuna á hverjum einasta degi, oft á dag. Styður þú launafólk í þessari baráttu? Ég hef alltaf stutt baráttu launafólks fyrir bættum kjörum, en auðvitað er þessi deila hún hefur verið þung og það hafa mjög stór orð verið látin falla sem ég tek ekki endilega undir þó ég styði baráttu launafólks fyrir bættum kjörum eðlilega. Að öðru í bili, en sjálfsögðu látum við ykkur vita af framvindu mála í Karphúsinu þegar við fréttum af því, en við ætlum að fara norður. Vísindamenn flugu með flugvél Landhelgisgæslunnar yfir Öskju í dag. Frá því í hittifyrra hafa verið þar tíðir skjálftar og landris og þíða síðan helgina. Ástæða flugsins í dag er óvenjuleg og mjög hröð bráðnun íss á Öskjuvatni sem alla jafna er ísilagt fram í apríl. Þá sást á gervitunglamynd í fyrra dag að snjór hafði bráðnað í hlíðum austan við Öskjuvatn. Ís hefur bráðnað af helmingi vatnsins sem er 1100 hektarar. Ég held að sé bara nokkuð ljóst að þetta er jarðhiti, fjallið er að þenjast út og eitthvað gefur sig og þá bara fylgir því jarðhita viðborði. Vísindamenn eiga von á að niðurstöðu liggi fyrir á morgun úr tækjum borð í TF-SIF eins og radar og hitagögnum. Auk þess létu vísindamenn GPS-tæki, bauju og hitamælitæki falla úr vélinni ofan í Öskjuvatn. Á annað ári liðið síðan skjálftavirkni jókst við Öskju. Síðan þá hefur land risið þar samtals 50 cm og kvikuhólf er undir. Það er náttúrulega búið að flæða inn í núna á annað ár, síðan að byrjaði að rísa og svo eru náttúrulega þessi gögn þeirra Cambridge-manna sem að gera ráð fyrir að það sé í minnsta lagi 10 rúmkilometrar þarna niðri. Það er alltaf fyrsta spurning hjá okkur almenningi, er að koma eldgos? Já, allavega ekkert í bráð, en ég meina það getur verið orðið stutt í eldgos. Við getum alltaf ekki sagt það, en ég held að sé nokkuð ljóst að við sjáum það á jarðskjálftamælingum hjá Veðurstofunni áður en einhvern klukkutíma eða dögum áður en það kemur. Ferðafólk er ekki á ferðinni á þessum árstíma við Öskju. Svo verður menn bara að taka stöðuna þegar fyrir að vora og ferðamenn fara að flytjast þannig upp til. 3 daga húsleit hefur staðið yfir á skrifstofum breska ríkisútvarpsins á Indlandi. Skattalögreglunni var sigað á BBC eftir sýningu heimildarþátta indverska forsætisráðherrann. Stærsta lýðræðisríki heims, það er Indland stundum kallað. En stjórnvöld þar með Narendra Modi forsætisráðherra fremstan í flokki hafa ekki mikið umburðarlyndi gagnvart fjölmiðlum sem eru gagnrýnir á þau. Í síðasta mánuði frumsýndi BBC 2 heimildaþætti. Í fyrri þættinum er meint hlutverk Modi í óeirðum í Gujarat fylki 2002 rannsakað. Yfir 1000 týndu lífi í 3 daga óeirðum, langflestir múslimar. Múslimar eru minnihlutahópur á Indlandi og mikil spenna á milli þeirra og hindúa.
Lögreglan stóð hjá og gerði ekkert. Á þeim tíma var Modi aðalráðherra í fylkinu og því vöknuðu spurningar hvort lögregla hefði fylgt skipunum frá honum. Hæstiréttur Indlands komst að þeirri niðurstöðu að Modi hefði ekkert rangt gert. En í þætti BBC kemur fram að bresk stjórnvöld hafi gert eigin rannsókn og komist að annarri niðurstöðu. Modi bæri ábyrgð. Indversk stjórnvöld bönnuðu þættina og þegar háskóli í Nýju Delhi hugðist sýna þá, stöðvaði lögregla samkomuna. ने ऑर्डर किया है कि सारे गेट्स को बंद कर दो, जो भी बच्चे किसी को आने मत दो, सारी कैंटीन्स क्लोज्ड है, हम लोग अंदर फंसे हुए थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर आने के लिए बोल रहे कभी इधर से जाओ, कभी उधर से जाओ, अभी भी अंदर जाने के लिए एंट्री देंगे नहीं यहाँ पे. Svo líða 3 vikur og í fyrradag hófst húsleit á skrifstofum BBC í Nýju Delhi og Mumbai. सबसे पहले ये कहना आज गलत नहीं होगा, BBC के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन हो गई है. Leit hélt áfram í gær og í dag samkvæmt skattayfirvöldum á Indlandi BBC grunað skattsvik. Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, í Tyrklandi meðal annars til að ræða umsóknaraðild Svía og Finna að bandalaginu. Tyrkir hafa ekki staðfest aðildarumsókn landanna. Stoltenberg átti fundi bæði með Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands, og Mevlut Cavusoglu, utanríkisráðherra. Á blaðamannafundi með þeim síðarnefnda hrósaði Stoltenberg hugrekki Tyrkja í viðbrögðum við skjálftanum í síðustu viku sem kostaði hefur að minnsta kosti 42.000 mannslíf. Hann benti á að Svíar og Finnar hefðu styrkt hryðjuverkalög sín eftir aðildarumsóknina. Sweden is also amending their constitution and stepped up the cooperation with Turkey, also established a permanent mechanism to continue to work closely with Turkey in the fight against terrorism. So I continue to believe that the time is now to ratify both Finland and Sweden. Mikilvægur tími fer í hönd hjá stærstu útgerðum landsins og kapphlaup hefst við að veiða hrognafulla loðnu áður en að hún hrygnir og drepst. Forstjóri síldarvinnslunnar telur að vertíðin gæti skilað 30 milljörðum króna í þjóðarbúið gangi allt að óskum. Við fiskiðjuver síldarvinnslunar í Neskaupstað börkur að landa 1000 tonnum af loðnu sem fengust í 3 köstum vestan við Hrollaugseyjar suður af landinu. Loðna veiðist aðeins í stuttan tíma þegar hún gengur umhverfis landið til að hrygna. Því meiri hrogn, því verðmætari fiskur. Það að hækka hrognaprósentan, þannig að það styttist í Japansfrystingu og svo framhaldinu hrognafrystingu, þannig að þetta allt hefðbundið og virðist vera að ganga bara vel að veiða í fjörunni, komin upp í fjöru, þannig að lítur bara vel út. Það náttúrulega ekki búið að semja með að loka neinum verðum, en ég myndi nú ímynda mér að þetta gæti verið 30 milljarða verti pluss mínus. Það auðvitað bara næstu 3 vikur sem að lunga þessum verðmætum vera til, þannig að við þurfum auðvitað að láta hlutina ganga upp, bæði með til veiða, vinnslu, ástand fisksins og gönguminstur sem hafa dálítið erfitt á síðustu verti. Og síðast en ekki síst að blessaði veðurguðirnir sem að geta spilað stóra rullu. Loðnu hængur, karlfiskurinn, að hrogna laus og hefur verið seldur frystur mest til Austur-Evrópu. Eftir að Rússland lokaðist vegna viðskiptaþvingana hefur Úkraína verið helsti markaðurinn. Auðvitað hefur stríð í Úkraínu gríðarlega mikil áhrif á vertíð eins og þessa. Úkraína var og mjög stór neytandi og markaður fyrir loðnu. Þetta hefur hægt á því, en það að fara töluvert á loðnu inn á Úkraínu ennþá. Fyrirtæki í Ísrael nýtti sér tölvuþrjóta og samfélagsmiðla til að hafa áhrif á úrslit í yfir 30 forsetakosningum eða sambærilegum kosningum á síðustu 20 árum. Þetta kemur fram í rannsókn sem gerð var í samstarfi fjölda blaðamanna, meðal annars frá Guardian, Le Monde og Der Spiegel. Forsvarsmaður teymisins sem kallað Team Jorge upplýsti blaðamenn sem að þóttust vilja hafa áhrif á kosningar í ríki í Afríku að þeir hefðu gert það víða heim og nota til þess ýmsar aðferðir. Hallgrímur, hvað aðferðir eru þetta? Svo þekktasta að stofna falska reikninga á samfélagsmiðlum eða bloggsíður undir fölsku nafni
og nýta það til þess að dreifa röngum upplýsingum og þessir reikningar voru bæði mannaðir og forritaðir. En síðan var náttúrulega gengið enn lengra stundum og forsprakinn sem kallaði sig Jorge sýndi meira að segja blaðamönnunum sem voru þarna undir fölsku flaggi hvernig hans menn gátu brotist inn á Gmail-reikning og samfélagsmiðlareikning hjá nánum pólitískum ráðgjöfum forseta Kenya og sent skilaboð jafnvel í hans nafni. Til þess að komast að þessum í þessa stöðu þá notaði hópurinn sérstakt hakkaraforrit sem kallast AIMS og þetta forrit nýtti líka ákveðna svona veikleika sem eru í sjálfum samskiptakerfunum. Og tilgangurinn með þessu öllu að sjálfsögðu að hafa áhrif á kosningarnar, úrslitin? Já, svona oftast nær. Það var til dæmis reynt í kosningunum í Nígeríu 2015. Þá var fyrirtæki ráðið til þess að reyna að tryggja áframhaldandi setu þáverandi forseta Goodluck Jonathan. Það reyndar tókst ekki. En stundum var þetta líka bara gert til þess að gera sjálfar kosningarnar tortryggilegar og það var til dæmis gert í kosningunum í Kenya í fyrra. Þar bendir greining á gögnum til þess að þetta teymi, Jorge, hafi dreift upplýsingum það að kosningarnar væri ekki í lagi, að það væri eitthvað athugavert við framkvæmd þeirra. Og þetta olli miklum deilum, það gengu ásakanir á víxl, sérstaklega milli fylgismanna frambjóðendana. En þegar til kom þá fannst ekkert dæmi neitt slíkt og við skulum heyra hvernig einn af blaðamönnunum sem tók þátt í þessari rannsókn útskýrir þetta. ואתה מפיץ איזושהי אגדה שהיא גורמת לרוב האנשים לחשוב שהבחירות נגנבו. במקום כמו אפריקה, במקום כמו קניה, זה גורם למהומות. היו מהומות, היו הפגנות גדולות ועם התפרעויות בקניה סביב הטענה שהבחירות נגנבו. זאת אומרת, זה יכול להיגמר בשפיכות דמים, בקלות רבה. Hallgrímur, þú nefndir Kenya og nefndir Nígeríu, en hvaða fleiri ríki að ræða? Þetta eru nokkur fleiri Afríkuríki, meðal annars Senegal. Þetta eru líka lönd í Rómönsku Ameríku og Asíu og leiðtoginn sem kallaði sig Jorge en heitir reyndar réttu nafni Tal Anan, 50 forritari. Ísraelsmaður, já. Hann sagði við blaðamennina að af þeim 33 kosningum sem teymi hans hefði unnið að þá í þessum forsetakosningum, þá hefði ætlunarverk þeirra tekist í 27 tilvikum. Hafa borist einhver viðbrögð einhvers staðar frá? Já, hann sjálfur segir aðeins að hann hafi ekki gert neitt rangt, en svona hvað varðar pólitíkina þá hafa einu viðbröðin orðið þau að forseti indverska þingsins og stjórnaranstæðingar hafa sakað forsætisráðherra Narendra Modi að hafa nýtt fyrirtæki til þess að dreifa röngum upplýsingum í eigin þágu og þeir hafa krafist opinberar rannsóknar á því. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Falsfréttir og upplýsingaóreiða, við snúum okkur að öðru. Það mikilvægt að ræða við börn og unglinga klám, rétt eins og umferðarreglur og orkudrykki, segir talskona Stígamóta. Nýrri herferð hefur verið hrundið af stað sem snýr að fræðslu til ungmenna skaðsemi kláms. Það staðreynd að börn eru útsett fyrir klámi rétt eins og fullorðnir einfaldlega í gegnum þetta tæki hér. En þurfum við eitthvað að ræða þessi mál við börnin okkar? Já, það nú rannsóknir hafa ítrekað sýnt að klám áhorf meðal unglinga á Íslandi bara mjög algengt og útbreitt. Þannig að þá mikilvægt að ræða hvað það sem þau eru að horfa og af hverju þetta gæti verið skaðlegt fyrir þau. Foreldrunum þykir þó ekki endilega auðvelt að taka þetta samtal við börnin eins og Stígamót komist að við undirbúning herferðar sinnar réttu orðin. Já, ég held að margir foreldrar kannast alveg við það að finnast þetta annarkvort vandræðalegt eða bara óþægilegt eða jafnvel ógnvekjandi. En við erum bara hvetja til þess að anda með nefinu og kíkja á leiðbeiningarnar. Leiðbeiningarnar má finna á vef Stígamóta og taka mið af því hvort rætt sé við barn eða ungling. Steinunn segir að meðalaldur barna sem horfi á klám sé í kringum 11 ár. Klámáhorf geti haft áhrif á hugmyndir þeirra kynlíf og því sé mikilvægt að fræða börnin. Þetta alveg eins og við fræðum börnum aðra hættur eða aðra skaðlega hluti, allt frá umferðarreglum upp í orkudrykki, áfengi og vímuefni, þá bara við þurfum að bæta klámi inn í þessa jöfnu og fræða krakkana þetta. Réttindi fatlaðs fólks og landsáætlun vegna innleiðingar á samningi Sameinuðu þjóðanna
Þau voru til umræðu á samráðsþinginu Ný framtíð sem 300 manns sóttu í Hörpu í dag. Áætlunin þykir marka tímamót því hún fyrsta heildstæða stefnumótunin sem gerð í málefnum fatlaðs fólks á Íslandi. Það líður í innleiðingu og lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Í lok þingsins undirrituðu ráðherrar og aðrir gestir samstarfsyfirlýsingu verklag við gerð landsáætlunar á 4 metra langan borða. Fjölgað hefur 3 í starfsliðinu á flugvelli í Póllandi. Það teldist varla til tíðinda nema vegna þess að í þessu tilfelli hunda að ræða. Þau Sen, Cyril og Lara eru nýjustu starfsmenn flugvallarins í Kraká. Þau eru öll vottaðir meðferðarhundar og hlutverk þeirra að róa farþega sem finna fyrir flughræðslu. Zauważyliśmy, że pasażerowie czasem stresują się przed wylotem, a pogłaskanie psa już powoduje, że czują się znacznie lepiej. Meðferðarhundar eru þjálfaðir í að veita fólki félagslegan og tilfinningalegan stuðning við ýmsar aðstæður. Psy są bardzo przyjacielsko nastawione w stosunku do ludzi, kojarzą ich z zabawą, kojarzą ich z wydawaniem pysznego jedzenia, uwielbiają kontakt z człowiekiem, uwielbiają dotyk. Ekki annað að sjá en Sen, Cyril og Lara standi sig prýðilega í nýju starfi. To świetny sposób na odstresowanie, bo ja też się zaczęłam mniej stresować, bo myślałam tylko o tym, jakie są cudowne, zamiast o tym, że o Jezu, zaraz wsiadam w samolot. Każdy przed lotem czasami się stresuje, szczególnie jak jest pierwszy raz, więc myślę, że napogłaskanie takiego pieska bardzo stresuje. Rzeczywiście było kilka sytuacji, w których ja mam osobiście takie poczucie, że bardzo mocno wsparliśmy tutaj pasażerów. Więc jest to taka nasza misja, taka nasza służba i to jest, przysięgam, najlepsza praca na świecie. Við heyrðum í upphafi fréttatímans í beinni útsendingu frá Karphúsinu klapp frá samninganefnd Eflingar. Við vitum ekkert ennþá hvað þetta klapp þýðir á að hefja formlega viðræður eða ekki. Þið ætlið að fylgjast með þessu í Kastljósi kvöldsins, Baldvin. Jó, mikið rétt Bogi, við ætlum að vera í sambandi við Arnar Björnsson, þannig að ef eitthvað gerist á meðan við erum í loftinu þá látum við ykkur að sjálfsögðu vita af því. Við ætlum einnig að ræða við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, bæði stöðuna á vinnumarkaðinum en líka hatursorðræðu í íslensku samfélagi í kjölfar könnunar fjölmiðlanefndar sem við fjölluðum í gær. Og svo ætlum við að líta við á sýningu í Gerðarsafni þar sem að uppruni og árleiði listamanna spila stóra rullu. Takk fyrir það, Baldvin. Við ætlum að snúa okkur að veðrinu. Vestlæg átt eða breytileg 5 til 13 metrar á morgun en bætir heldur í vind norðvestan til annað kvöld. Víða él fyrir norðan og einnig vestanlands síðdegis, annars þurrt og jafnvel bjart. Frost að 8 stigum og það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem að segir okkur nánar frá þessu þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Mikaela Shiffrin bætti enn einni rósinni í hnappagat sitt þegar hún varð heimsmeistari í stórsvíi í dag. Katla Björg Dagbjartsdóttir keppti fyrir Íslands hönd í sömu grein á mótinu. Árni Bragi Eyjólfsson, markahæsti maður Aftureldingar í dramatískum bikarsigri gegn KA í gærkvöld, spenntur fyrir undanúrslitum bikarsins í höllinni. Ég kom með ég kom með nóg af silfrum. Norðmenn héldu áfram að sópa sér gullverðlaunum á heimsmeistaramótinu í skíðaskotfimi en í dag var keppt í paragöngu. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. En fyrst það helstu atriði fréttanna og það liggur ekki fyrir enn hvort að Efling og samtök atvinnulífsins hefja nýju formlega kjaraviðræður. Sáttasemjari segist skynja eindregna kröfu atvinnurekanda að verkföllum verði frestað. Nánar í Kastljósinu og eftir væntanlega. Forsætisráðherra segir ótímabært að stjórnvöld blandi sér í kjaradeiluna. Erfitt gæti reynst að finna gistingu fyrir hátt í 2000 ferðamenn helgina vegna verkfalla hótelstarfsmanna. Skattalögreglunni á Indlandi var sigað á breska ríkisútvarpið eftir frumsýningu heimildarþátta indverska forsætisráðherrann. Húsleit hefur staðið yfir í 3 daga á skrifstofum BBC á Indlandi. Jarðhiti hefur brætt ís af öskjuvatni og snjó úr hlíðum Öskju. Vísindamenn flugu þar yfir í dag og segja eldgos ekki yfirvofandi í bráð. Næstu 3 vikurnar keppast útgerðir við að ná sem mestu af verðmætri hrognalóðnu. Mikið liggur við en forstjóri síldarvinnslunnar telur að loðnuvertíðin gæti skilað 30 milljörðum.
full ástæða til að fylgjast með Kastljósinu á eftir og fréttum úr Karphúsinu, en næstu fréttir okkar verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn fylgist líka með í Karphúsinu og segir ykkur nýjar fréttir ef eitthvað gerist, en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.